Þorsteinn F. Sigurðsson, framkvæmdastjóri stjórnlagaráðs. Nú er áfangaskjal ráðsins komið á vefinn. Geturðu sagt okkur hvernig það er hugsað? Já, við skulum byrja því að fara inn í áfangaskjalið á vefsíðunni, að fara hér undir starfið og síðan í áfangaskjalið hérna. Og þá kemur þessi síða upp sem að byggist á textanum í áfangaskjalinu, tillögur sem liggja til afgreiðslu fyrir viðkomandi fund og svo aftur tillögur til umræðu. En svo hérna hægra megin eru aftur kaflarnir sem að er verið að vinna með í dag, en það er ekki til að segja, það var ekki hægt að bæta við fleiri köflum. Nú, ef við byrjum á því að skoða til dæmis þessa tillögu sem var til afgreiðslu á 7. fundinu sem lauk í dag, að þá var þar tillaga aðfangaorð. Með því að ýta á kaflann þá komum við inn í þetta umhverfi hérna, sem þá tillaga sem slík. Hún á þessum tímapunkti var hún óafgreidd hjá stjórnlagaráði og þá tillagan skýrð hérna og þannig hægt að fá upplýsingar þetta meðan á fundinu stendur hvaða tillaga liggur fyrir bæði til afgreiðslu og til kynningar. Ef við förum tilbaka aftur förum hérna aðeins neðar, að þá þetta var tillaga til afgreiðslu, svo tillaga til kynningar sem hér heill kafli, að þá geta menn slegið hérna á og fá þá fyrirsögnina, og þá kemur kaflinn upp í heild sinni og greinargerðar skýringarnar sem voru með, og á sama tíma byrja strax umræður og við getum ýtt þarna á og séð út af hvað þær ganga. Nú eru tillögurnar ýmist til kynningar eða afgreiðslu. Geturðu sagt okkur hver er munurinn á því? Já, það má til þægindarauka að þá var ákveðið að fyrir þann fund, þegar tillögur liggja fyrir sem á að taka fyrir á fundum, þá koma þær hér upp á síðuna og fyrir tilbaka og eru það sérstaklega merktar, þannig að það sést að þessi tillaga á þessum fundi, fyrir maður sniðar, þessi tillaga til kynningar á þessum fundi og hægt að nálgast þau skjöl sem fylgja með á greinargerðina, og svo aftur þessi hérna tillaga, hún til afgreiðslu. Þannig að þetta seinni fundurinn sem þessi tillaga að koma fyrir fundinn, en þetta fyrsti fundurinn sem þessi tillaga kemur til kynningar. Þegar búið að afgreiða tillögurnar inn í áfangaskjalið, eru þær þá orðnar, meitlaðar í stein? Nei, það þegar búið að samþykkja þetta hérna, þá dettur þessi litarami út og þetta bara orðin texti í skjalinu. Skjalið, þetta lifandi skjal. Þannig að á seinna tíma þá ekkert mál, getur bæði viðkomandi nefnd eða einhver fulltrúi komið með tillögum að breyta einhverjum texta eða einhverju í skjalinu og þá það tekið fyrir. Það kannski ekki tekið fyrir strax, heldur á einhverju seinna stigi. Og síðan seinni fasinn frumvarpsgerðin sjálf. Þá skjalið tekið upp og búið til frumvarp úr því og það fer til í gegnum 2 umræður. Og þá það tekið fyrir lið og þá geta fulltrúar aftur komið með einhverja tillögur breytingar og þá kosið væntanlega bara þær breytingartillögur sem koma fyrir á hverri grein. Veistu til þess hvort að það hafi annar staðar verið slíkt vinnulag? Nú verið að vinna að frumvarpi að nýrri stjórnarskrá og þetta gert allt fyrir opnum tjöldum og á vefnum. Veistu til þess að þetta hafi verið gert svona áður? Nei, ég þekki ekki til þess. Það náttúrulega var markmið hjá okkur að reyna að gera þetta fyrir opnum tjöldum, þannig almenningur gæti fylgst með. Það svo sem að gera vinnuferlið svolítið flóknara fyrir okkur. En leið þetta mjög opið ferli og almenningur, hagsmunaaðilar og aðrir sem áhuga hafa á geta kynnt sér hvar við stöndum í vinnuferlinum og komið með tillögur eða einhver komment í gegnum þetta ummæla kerfið okkar.
og þar taka fulltrúar stjórnlagaráðs fulltrúar þátt í þeirri umræðu sem hérna sést og þannig verður skjalið mjög lifandi. Það er ekki ennþá meitlað í stein og það er svolítið mikilvægt að menn átti sig á því að þetta eru hér tillögur, svona umræðu tillögur meira áður en að þetta er endanlega ákveðið.